Hörðu, nýr samningur fyrir úlingana í Íslandsbanka. Þú hlýtur að vera sáttur með hann, eða ekki? Jú, ég er afskaplega ánægður að fá Íslandsbanka til samstarfs við okkur. Þeir hafa sýnt það í sínu starfi að styðja öttulega við barna- og unglingastarf og við erum náttúrulega afskaplega ánægður að fá þá til samstarfs við okkur. Búið að vera gríðarlegur vöxtur á úlingamóta röðunum undanfarin ár. Já, það er alltaf að fjölga börnum og unglingum og þáttakan og kannski forgjöfin að vera lægri, líka það sem við erum að sjá. Þannig að starfið í klúbbunum er alveg virkilega mikið og fjölgun allstaðar. Og þetta er nokkuð vegleg dagskrá, mörg mót? Já, það er einu móti fleira á unglingamótarinn í sumar og ég er alveg sannfærður það að það verður mikið stuð á Íslandsbankamótaröð unglinga í sumar. Hvað með svona afreiks þáttin í þessu? Hvernig kemur Lansi sjálfur á annað? Fylgist hann vel með ungu kylfingunum? Já, hann fylgist mjög vel með þeim og við erum náttúrulega með öfluga afreiksstefnu og okkar bestu kylfingar eru á ferð á flugi. Við erum stundum sagt í gríni að skrifstofa Golfsamband sé eins og ferðaskrifstofa á sumrin því að við erum að senda kylfingarna á mót út allt en auðvitað fylgist landslið sjálfur grannt með þessum hópi og við erum að taka þátt í Evrópukeppni unglinga og senda þau á unglingamót erlendis, þannig að það eru heilmikið tækifæri sem bíða þeirra bestu á mótaröðinni. Þegar kylfingar eins og Ragnar Már Garðarsson sigrar á risastóru móti í Englandi, er þetta hvatning svona út í samfélagið? Ég held að það sé alveg tvímælalaust, þetta er nú annars skipti sem við vinnum Duke of York og erum afskaplega stoltir af því og ég held að það hljóta að vera hvatning annarra kylfinga að sjá það að ef menn stunda íþróttina vel þá eru mikil tækifæri framundan. Honum er boðið út í Bandaríkjunum í framhaldinu og er búin að spila held ég núna 2 eða 3 mótum núna bara í vetur erlendis og stendur fyllilega jafnöldur sínum erlendis. Þannig að þetta er bara sem sagt nóg að gera fyrir úlingana í allt sumar. Já, það er alltaf nóg að gera á golfvöllunum og þeir velkomni bara að koma á vellina. Ég hvet börn og unglinga að kynna sér starfsemina í golfklúbbunum. Hér á höfuðborgarsvæðinu er mjög öflugt starf víða á landsbyggðinni en þar kannski þurfum við að gera píkulítið eða svona gera átak að aðstoða klúbbana við að fá fleiri börn og unglinga. Það er nú kannski þar sem við sjáum á ákveðnum landsvæðum að þurfum við að þétta netið og auðvitað það er erfitt þegar það eru kannski einungis 100 félagar í golfklúbbunum, litla klúbbunum út á land að fá börn og unglinga vegna þess að utanumhaldið leggst á fáa en við þurfum að skoða hvernig getum við aðstoðið þeirri vinnu.